staðið settu marki á Nissan. Ingvar Helgason HF styrkir útsendingar frá Nissan-deildinni í vetur. Góðan daginn góðir áhorfendur og velkomnir í beina útsendingu frá KA-heimilinu á Akureyri þar sem framundan æsispennandi oddaleikur KA og Aftureldingar í undanúrslitum Íslandsmótsins í handknattleik. Já, hér verður barist til þrautar og þessi stóru, sterku lið tefla fram öllum sínum trompum í dag. Enda ekki annar tími til þess. Sá sem tapar hér í dag úr leik og aðeins sá sem vinnur fer áfram. Það náttúrulega hljómar svo sem ekki svo mikil vísindi en svona þetta nú samt og bæði KA og Afturelding tefla fram mönnum sem voru á sjúkralista og þeir eru komnir hér inn Jónatan Magnússon í liði KA sem hefur verið meiddur á öxl og svo það stóra fréttin í málinu Magnús Már Þórðarsson, línumaðurinn í liði Aftureldinga sem búinn að vera frá vegna meiðsla í 7 vikur kominn af stað núna með krosslaða fingur. Sjáu þið hópinn úr Mosfellsbæ, það var boðið upp á fríar rútuferðir til Akureyrar í morgun úr Mosfellsbænum og það með svona lengri túrum sem eru boðinni frítt þessa dagana. En KA-menn eru líka á sínum stað hér í húsinu, það troðfullt hús og litir, stemning, allt eins og það best getur orðið og þeir sem fylgst hafa með handbolta síðustu árin vita það að hvergi verður stemningin eins og hér þegar að best lætur. Liðin kominn hér inn og KA-mönnum mjög fagnað og Mosfellingum ekki síður. Vaskur hópur Mosfellsbæ og rauðklæddur hér öðrum megin í húsinu. Og við ætlum þá bara að líta á liðin sem að mætast hér í dag. Það eru heilmiklar pælingar, heilmikil hugsun í því hvernig menn tefla fram liðum sínum í leik sem þessum og í liði KA eru 13 manns á skrá. Þetta eru Hörður Flóki Ólafsson og Hans Reynsson markverðir og aðri leikmenn Guðjón Valur Sigurðsson, Sævar Árnason, Halldór Sigfússon, Heimir Örn Árnason, Erlingur Kristjánsson, Jóhann Gunnar Jóhannsson, Sigríður Tjerni Áskas, Andreas Stelmókas, Hreinn Hauksson, Jónatan Magnússon og Arnór Atlason. Og þar að auki eru tilbúnir 2 ungir sveinar á bekknum hjá Atla Hilmarsinni þjálfara. Þeir Einar Logi Friðjónsson og Arnar Sæþórsson. Það aðeins rúm fyrir annar þeirra vinstri handarskytta, hinn línumaður og Atli mun grípa þann sem hann fyrr þarf. Í liði Aftureldingar í dag eru þeir Reynir Þór Reynisson og Ólafur H. Gíslason markverðir. Aðri leikmenn, Alexi Trúfan, Þorkell Guðbrandsson, Hilmar Sterk, Páll Þórólfsson, Gal Káskas Gintas, Hjörtur Arnarsson, Níels Reynisson, Magnús Már Þórðarsson sem kominn til leiks á 9 sem ég nefndi, Haukur Sigurvinsson og Bjarki Sigurðsson sem jafnframt þjálfari liðsins. Magnús Már Þórðarsson 7 vikur án handbolta og það áreiðanlegt að hann hlakkar til en kannski örlítið kvíðinn líka, hann búinn að reyna einu sinni á þessum tíma og meiddist þá aftur. Dómararnir í dag, þeir Valgeir Ómarsson og Bjarni Viggósson, þrátt fyrir ungan aldur orðnir þrautreyndir dómarar og hafa svo sem séð leikið eins og þennan áður. Nú, þeir hafa vaskan eftirlitsdómara að baki sér, Kjartan Steinbach, sem situr í alþjóðlegum dómararáðum og hefur haft mikið með þessi mál að gera og vel þekktur í alþjóðlegri handboltahreyfingu. Hann eftirlitsdómari í dag og nú aðeins mínútna þar til að leikurinn hefst og það eftirvænting í hverju andliti hér, kannski örlítið kvíði en fyrst og fremst gleði því að eins og einn KA-maðurinn orðaði svo skemmtilega hérna áðan, þetta hátíð og við ætlum að taka þátt í henni meðan hún stendur. Lið Aftureldingar samanstendur af þrautreyndur jöxlum eins og Bjarka Sigurðssyni. Nú rússneski björninn Alexei Trúfan hefur bæst í hópinn og stendur í vörninni ríflega fertugur og síðan eru litháarnir Gal Káskas Gintas og Savukinas Gintaras
geysilega sterkir leikmenn. Nú það má líka nefna að í liði Aftureldingar hafa verið að stíga fram á sjónarsviðið ungir menn, ungir Mósfellingar sem sífellt láta meira að sér kveða eins og línumaðurinn ungi Atli Rúnar Steinþórsson sem hefur verið drjúgur í þessum leikjum undanfarið og fleiri. Í liði KA eru tveir Litháar einnig, þeir Stelmókas og Černiauskas, en síðan hópurinn nær eingöngu ungir Akureyringar, heimamenn sem eru hér komnir úr smiðju, getum við sagt, Atla Hilmarssonar og þeirra þjálfara KA sem hafa unnið frábært starf hér síðustu árin. Og svo má náttúrulega ekki gleyma hinum unga Sveini og hinum en samt geysi sterka leikmanni Guðjóni Val Sigurðssyni sem að bættist Akureyringum í hópu af Seltjarnarnesi fyrir ekki svo löngu og helsta vopn liðsins í þessum leikjum. Hörður Flóki Ólafsson í marki KA og hefur vaxið mjög í vetur. Reynir Þór Reynisson í marki Aftureldingar, markvörður sem að hefur leikið með KA áður, þekkir því mótherjan og þar áður markvörður hjá Fram. Og Reynir Þór kominn í sitt allra besta form. Átti við nokkuð lengi við meiðsl að stríða og hefur verið á hægri uppleið og hefur líklega aldrei leikið eins vel og í vetur. Allavega sjaldan. KA-menn stilla upp. Sævar Árnason í vinstra horninu og Guðjón Valur Sigurðsson vinstra megin, Halldór Sigfússon á miðjunni og Andreas Stelmókas inni á línunni. Sídrius Černiauskas í hægra horninu og Heimir Örn Árnason, hægrihandarskyttan, hægra megin. Þorkell Guðbrandsson, Haukur Sigurðsson, Alexei Trúfan og Gildas. Þorkell og Bjarki í vörninni, en það Guðjón Val Sigurðsson sem á fyrsta orðið hér í þessum leik. Sjáu þið hvernig skemmtilega gert. Hérna kemur hann að vörninni og svo kemur allt í einu skot meðfram síðunni á varnarmanninum. Ósýnilegt fyrir Reynir Þór og Guðjón Valur hefur skorað fyrsta markið í þessum leik. Glæsilega. Og þá koma Mósfellingarnir. Jónatan Magnússon þarf að taka fullan þátt í vörninni. Hann skiptir inn á í vörnina, kemur geysilega sterkur út á móti og mátti nú þakka fyrir að fá bara svona örlítið tilfall núna. Hélt þarna vel í búning. Og hér kemur svo sendingin og hún geigar, þeir komast inn á milli og KA-menn sætja. Það mikil stemning, 1-0 fyrir KA og KA-menn komnir í sóknina aftur. Og hér kemur skotið og Reynir Þór Reynisson ver frá Heimi Erni Árnasyni. Og þá var það röðsókn á Aftureldingu, Bjarki Sigurðsson og hann kemst hvergi gegn Guðjóni Val Sigurðssyni, liggur eftir og hér reistur við. Já, ekki nú laust við peysutoga fyrstu mínútum þessa leiks, það ljóst. Hér ætlar enginn að gefa neitt. Gildaras, glæsilega gerð og Bjarki og mark, 1-1. Já, þetta var laglega spilað hjá þessum tveimur galdramönnum í liði Aftureldingar, Bjarka Sigurðssyni og Sævokinas Gildarasi. Sjáu þið, Gabreivik og svo sendingin út, Arka lopið, Bjarki sloppinn og Þorkell Frýr. Þetta gæti ekki orðið annað en mark. 1-1 og vel að því staðið. KA-menn næstir. Halldór Sigfússon og Guðjón og hann ver Sævar Árnason og Sævar skorar. Þetta var geysilega vel varið hjá Reyni. Sævar hins vegar gerði þetta líka alveg sérlega vel. Fer þarna inn úr þröngu horni fyrir liðin og skorar annað mark þeirra Akureyringa. 2-1. Þorkell Guðbrandsson og Gildaras og hann sloppinn og Hörður Flóki vel. Hörður Flóki varði þetta alveg feiki vel. En færi var mjög opið og Gildaras nagar sig í handabökin áreiðanlega. 2-1 og KA-menn geta þar með ná 2 marka þorskoti. Guðjón, Halldór, Heimir, Černiauskas,
Páll Þórólfsson tekur á honum. Og Valgeir, dómari, sendir Stelmókas út af til viðgerðar. Það var eitthvað að fara að leka úr honum þarna. Og Erlingur Kristjánsson kemur inn á línuna. Og Guðjón Valur, sjáu þið, boltinn í markið, brotið á honum og aukakast. Búið að flauta. Halldór, sjáu þið Halldór, og Guðjón Valur, og skott, og Reynir ver. Já, hann að gera vel, Reynir Þór Reynisson búinn að taka 2 skot frá Guðjóni Val núna skömmum tíma. Skot sem koma meðfram hlið vandamannana, illsjáanleg og geysilega vel að verki verið að verja þetta. 2-1 fyrir KA og KA menn enn með boltan. Guðjón Valur í línusendingu Erlingur Kristjánsson, línumaður KA þessu stundina. Greip þetta nú vel en var haldið í heljargreipum. Guðjón og Heimir og það er mark! Reynir náði ekki alveg að verja þetta. Heimir Örn Árnason með þrumufleik. Sjáu þið, þessi ungi maður, hann getur sko skotið. Verður 22 ára núna í maí. Heimir Örn Árnason, einn af fjölmörgum bráðungum og alveg bráðgóðum handkattismönnum í KA-liðinu. Og þeir missa boltan. Fórsendingar og það er Galkáska Skintas sem að, sjáu þið, hvað gerist þarna og þetta er nú svona heldur fólkskulegt fyrir minn smekk. Ég verð að viðurkenna það. En hann sleppur vel með gullspjald. Það er greinilegt að þeir Bjarni og Valgeir ætla að hafa þetta á hægum nótum til að byrja með hér. Og Valgeir fór þarna og ræddi aðeins við Atla Hilmarsson þjálfara. En það er svona heldur lítill friður með þeim Stelmókasi og Gindasi. Þeir landarnir berjast þarna á línunni og Stelmókas kom með plástur á andlitið. Og hér fær hann sendingur á Guðjóni og aukakast. Og Þorkell Guðbrandsson fær þarna mjög skýrt táknmál hjá Bjarna dómara að hér skulu menn ekki ræða mikið meira málin, heldur bara líða. Guðjón Valur og Halldór með fínt skot og þetta er 4. mark KA, 4-1, óskabyrjun KA-manna. Og Mósfellingar setja þá upp og Magnús Már fer inn á línuna á sinn stað. Stelmókas gætir hans. KA-menn með vörnina sína hreyfanlegu. Þessum allir eru á fullri ferð. Móti og Bjarki sendir boltan út af. Guðjón Valur er brotlegur og Valgeir dómari öruggur í sinni sök. Þarna dæmir aukakast réttilega. 4-1 fyrir KA þegar að liðan er 6,5 mínúta. Bjarki og sendinginn inn á línuna og KA-menn ná boltanum. En það er mikið barist og KA-menn eru brotlegir og þið vita það. Og viðurkenna. 7 mínútur liðnar. KA 4, Afturelding 1. Og vantar ekki stemninguna í KA-heimilið og ekki heldur háaðan get ég sagt ykkur. Bjarki, sjáuð Bjarka, ágætt skot en enn betur varinn, Hörður Flóki og hraðuplum Sævar og Reynir Þór Reynisson ver. Þvílíkt og annað eins. 4 skot var í hjá Reyni, sjáuð þið. Þetta er geysilega vel gert. Sævar Árnason var þarna í mjög þokkalegu færi. Staðan 4-1, 7,5 mínúta liðin og KA-menn sækja. Nú er búið að taka Guðjón Valur umferð.
Bjarki fylgir honum eftir, hvert fótmál. Heimir sendir boltan á Tjerni Ásgars. Hann meðfram, Halldór og næri ekki að misti boltan þannig að það fara að senda á Stelmókas og raðaði flaumi á afturhendingu og Þorkell Guðbrandsson og hann skorar með miklum látum. Þorkell Guðbrandsson sem að, já, mér er til efst að Þorkell Guðbrandsson hafi nokkuð tíma verið í öðru eins formi eins og hann er núna. Hann er að leika alveg geysilega vel fyrir afturhendingu og er einn af þeim mönnum sem er á bakvið þá miklu bót sem að, bragarbót sem er orðið á leikleysins núna á seinni hluta þessa keppnistímabils. 4-2. Aukakast. KA-menn sækja. Þorkell kemur út til þess að gæta Guðjóns Vals. Sævar, Guðjón Valur með sendingu inn á Stelmókas og dæmd lína. Og Valgeir rekur Stelmókas út af. Þetta var nú harður dómur, verði ég að segja, samkvæmt reglunum klárlega. En Stelmókas setti boltan niður og rak fæturna í hann. En það er alveg gallhart og eldklárt að menn eiga að láta boltan vera þegar að dæmt hefur verið. Annað er vísvitandi töf og Andríus Stelmókas var þarna óheppinn sannarlega en verður að taka út refsingu fyrir það. KA-menn ekki sérstaklega ánægðir með þetta. Gildaras, Bjarki, Gildas, Bjarki og hann skorar. Fínill skot hjá Bjarka. 4-3 og Guðjón Valur Sigurðsson fær gult spjald hjá Bjarna dómara. Sjóði. Já, sennilega aðvörðunni fyrir það að kasta Gildarasi þarna út úr vörninni. Og þeir takast menn á, KA-menn reyna að líta tíman vel, Halldór, og hann er í hörðum höndum þarna. Þetta eru bjarnargreipar miklar hjá Gindasi og rússneski Björni við hliðina á honum. 4-3 fyrir KA. Og Gildas nær boltanum, fótur á hann og KA-menn gera þetta skynsamlega. Klukkan gengur með þeim. 40 sekúndur eftir af brottvísuninni, Halldór, Heimir segi ég. Og hann hættir við og nú er dæmt leiktöf. Nei, ekki mark, búið að flauta. Búið að dæma leiktöf á Heimi Örn Árnason. Eða ruðning, Bjarni er að sína honum ruðning. Já. Og þeir eru alveg hissa, KA-menn, á þessu ráðslagi. Svona er þetta nú, þetta er líka lágbragðsleikur, skal ég segja ykkur. Ekki bara handkraftleikur og sendingin af Magnús Má og auka kast og nú er það Heimir Örn Árnason sem fær gula spjaldið. Már þykir nokkuð grátt leikinn þarna en hann er á heillenn. Úrlinn er 11 mínútur af leiknum og þannig ennþá 4-3. KA-menn komast í 4-1. Fyrstu koma hann út af og hann að fá sér 2 mörk í röð. Og Gildaras og hann er sending út í hornið á Gildas og það er dæmt á afturheldingu. Boltinn dæmtur af þeim og það er röð sókn hjá KA. Og Tjerni Ásgars skorar 5-3. Það var laglega að spila hjá KA-mannum. Já, Tjerni Ásgars. Það er fyrsta mark sitt í leiknum. Og þetta eru 5 leikmenn og skora þessi 5 mörk fyrir KA sem að sýnir nokkuð mikla breidd liðsins og styrk. Og nú er það Erlingur Kristjánsson, hinn gamal reyndi kappi. Svona hálfgerður pabbi þeirra í liðinu þessari stráka. Nú komið að þjálfun þeirra og leikið með KA-liðinu afar lengi. Og gjörsamlega
lykilmaður í allri varnarmennsku þetta norðlenska liðs margra ára skeið. Hann fékk þarna gult spjald fyrir svona létt útkasthorn, getum við sagt. Létt útkast úr vörninni, Gintaras. Og hann sendi boltan þegar hann var loksins sloppinn í gegn. Gerði þarna mistök. Og KA-menn ná boltan. Þeir eru geysilega harðir af sig í vörninni. Þetta engin vettlingatök hér nyrðra. Jónatan Magnússon sem kemur inn í liðið núna eftir meiðsli, hann ekkert að gefa það eftir. Geysilega duglegur í vörninni. Og Gintas og Černiauskas og Páll Þórólfsson og hann vippar boltanum í mark. Og þá staðan 5-4. Sjáu þetta. KA-menn vistu alveg að Páli þarna og taldi að dómararnir hefðu átt að vera búnir að dæma eitthvað. En leikurinn hélt áfram og ég held að það hafi verið pottþétt dómgæsla. Sveimilvað. Fyrsta mark Páls Þórólfssonar í þessum leik og staðan 5-4 KA í hag. Halldór Sigfússon, Guðjón Valur, Sævar, Guðjón og hann upp og Reynir ver! 5. skot Reynissonar. Gintaras. Skref, allt og mörg skref hjá Gintarasi. Svolítið erfið þessi nöfn á Litháunum í liði Afturheldinga, við höfum svo líkt. En þeir halda áfram leik. Nú liðna rúma 13 mínútur. Og auka kast og Magnús Már að verða reiður inn á línunni. Honum haldið alveg hindi í heljar greipum. Færir sig ekki rært. Og það Andrius Stelmókas sem að gæta hans þarna og hann og línur efur sjálfur og þekkir þetta allt saman. Bjarki. 2 mínútur á Jónatan Magnússon og sjáu þið. Þetta hárréttur dómur. Það nú bara þannig. Og Jónatan gengur af velli. Já, KA-menn ekki ánægðir með þetta. En þetta önnur brottvísun þeirra. Og það dýrt að missa mann út af í svona jöfnum leik. Þetta nú kannski droppið sem fyndi mæling. KA-menn hafa togað aldrei í skiptur Þórsvellinga þar sem af þessum leik. Þórsvellingar hafa svo sem ekki verið með vettlingatök heldur. En Afturhelding fær auka kast. Og KA-menn eru 5 eftir í vörninni og þeir eru alveg ólmir í henni. Þeir gefa ekkert eftir. Þeir eru mjög hreyfanlegir og lifandi. Berjast eins og ljón. Gintaras með sending út í hornið og það út af. Og norðanmenn fagna. Manni færri náður að brjóta sókn Afturheldingar á bakaftur þar til þeir gerðu mistök gestirnir. Og KA-menn fara hér manni færri í sóknina með mark yfir og geta bætt stöðu sína ef að heppnin með. Og nú það Bjarki sem tekur Guðjón Valur umferð. Guðjón Valur fer þá upp í vinstra hornið leið og það gerist. Frábær hornamaður eins og við vitum. En hefur verið í skyttuhlutverki hjá KA í allan vetur. Sjáðu þið Heimi Örn. Og hart barist. Og sending Guðjóns Vals í fót Afturheldingamannsins og sendingin fram að Páll Þórólfsson. Og Páll leitar að samherja og boltinn dæmdur af honum. Og hvetja okkar lið Hallgrímsmenn á eina! Fjórðungur liðin að þessum leik, 15 mínútur rúmar. En þá eru KA-menn yfir 5-4 og ennþá eru þeir manni færri. Verða það í 9 sekúndur í viðbót. Heimir Örn vinstra megin, Halldór og Alexei Trúfan fylgir honum alla leið inn í miðjan teik. Og þá kemur Andrius Stelmókas inn á.
línumaðurinn hjá Káa, landsliðsmaður Litháens ásamt Gittarasi í liði Aftureldingar og sjáu þið Heimi Örn, þarna kom skot frá honum og það rataði í mark. Þetta annað mark Heimis Arnar Arnarssonar, sjáu þið, stekkur hér upp og skotið og Reynir náði ekki að verja. Boltan yfir Þorkell Guðbrandsson og Þorkell kom hann sér nú að leika í stöðu hornamanns en nú engin smásmíði. Maður fast að 190 cm á hæð. Gittas og Páll Þórólfsson finnur ekki leiðin á horninu en Gittaras finnur leiði gegnum markið, gegnum vörnina og skorar glæsilegt mark. Frábær leikur hjá Aftureldingu og þeir minnka munin í 1-6-5. Sjáðu Pál og þarna kemur Gittaras inn í eyðuna og þetta leysti ekki vörn Káa þrátt fyrir mikinn hreyfanleika. Þetta var að minna á svona leikaðferðir í knattspyrnu kannski eða körfuknattleik þar sem hann hlaupinn í eyðurnar. Handboltanum hefur þetta nú löngum verið fastara í sniðum. Auka kast. Heimir Örn lendi hann í höndunum á Þorkeli Guðbrandsinni. Guðjón Valur. Tjernjáskas og Heimir Örn. Sævar. Halldór og Reynir Þórver. Halldór skaut þarna í varnarvegginn. Staðan 6-5 og Bjarki upp, skot og yfir. Nú Guðjón Valur kominn hægra megin í sóknina hjá Káa. Heimir Örn vinstra megin og hann skoraði vel hér áðan. Halldór áfram á miðjunni, kemur leysir Sævar inn úr horninu, Guðjón Valur, Halldór, með skot í gegn og mark! Halldór Sigfússon með annað mark sitt og staðan er 7-5 Káa í hag. Hleypur inn í vörnina, hann að leysa upp vörn Káamanna, helmfljótur maður á móti manni og Magnús Már í stálgreipum Stelmókansar. Og Stelmókans má gæta sín, hann hefur lent alveg fyrir innan teim með hann í höndunum. Bjarki, Gittaras, Bjarki upp og sending af Pál út í horni, glæsilega spilað og Pál sendir boltan í stöngina. Og þeir ná boltanum aftur Mosfellingar. 19 mínútur liðnar að leiknum, Káa 7, Afturelding 5. Trimblar beggjaðordir sveittir hvað þá eina. Hörður Flóki, markvörður Káamanna. 23 ára strákur. Sótt sig alveg geysilega og er einn af bestu markvörðum landsins. Kemur Gittas út á miðjuna og Gittaras vinstra megin og sendir þvert á Bjarka. Og Bjarki með sendingu og Heimir Örn nær boltanum og brotið á Bjarka. Gittas, Páll Þórólfsson og aftur aukakast. Hreyfanleiki Káamann í vörninni alveg magnaður. Og Magnús Már með skot í varnarvegginn og Stelmókans hrósar sigri í samskiptum þeirra. 20 mínútur liðnar. Magnús Már með skot og það er yfir. En í varnarmann og það er aukakast. Bjarki hendur boltanum út af og Káamenn fá boltan og sækja hratt Guðjón Valur og Halldór og það er víti
Halldór Sigfússon fær víti og Gintaras fær gula spjaldið. Mikið læti hér og ákafi. Halldór hefur fengið slæma bústra þarna þegar hann fór inn í keyrðin í vörnina og þarf eitthvað aðeins að fara yfir hann. Eitthvað að herða hann upp. Tímyndur eftir þessum fyrri hálfleik hér í KA heimilinu á Akureyri og ræstitæknar búin að ljúka störfum. Dómarar og læknar hafa ekki verið kallaðir til, en það er vítakast. Guðjón Valur Sigurðsson gegn Reyni Þór Reynissyni. Og Guðjón Valur skorar. Þetta átti sér nú tiltölulega fjölbreyttan aðdraganda í handarsveiflum Guðjóns Vals, en endaði í skoti og boltinn í markið. 8-5, 3 marka munur og þá kalla Mosfellingar til ráðstefnu. Þeir taka leikhlé, ræða sín mál og Atli Hilmarsson þjálfari KA-manna stappa stáli í sína. Heimir Örn Árnason, Halldór Sigfússon og Guðjón Valur Sigurðsson með 2 mörk hver fyrir KA. Sérni Áskárs og Sævar með 1. Hörður Flóki búinn að verja 2 skot. Í liði Aftureldingar er Bjarki með 2 mörk og þeir Þorkell, Páll og Gintaras með 1. Og Reynir Þór búinn að verja 7 skot í marki Aftureldingar. Og samt er 3 marka munur KA-mönnum í hag, þó Reynir sem er 5 skotum meira varinn heldur en Hörður Flóki. Það segir okkur bara nokkuð virkni KA-varnarinnar. Og það þó sannarlega séu Mosfellingar að stilla upp meiri múr, hærri múr. Að þá er það KA-vörnin sem hefur tekið geysilega mikið til sín í þessum leik. Það sést meðal annars markastinni og auðvitað spilar hann inn í hvort að menn hitta nú marki líka. Gintas og hann er búinn með dálítið af skrefum núna. Afturhelding fær aftur aukakast. KA-menn taka geysilega á í vörninni. Þeir eru búin að missa menn út af tvisvar. Afturhelding aldrei. Og hér kemur sendingin að Linna Magnús Má og aftur aukakast. Og við getum sagt að þetta var nú uppsafnað. Það var nú ekki ýkja mikið brotið á Magnúsi þarna, en hann er búin að brjóta mjög mikið á honum í leik. Gintaras. Og Þorkell, sjáu þið þetta mark? Ég á ekki til orð. Get ég fengið að sjá þetta eftir. 8-6. Þorkell Guðbrandsson, sjáu þið. Hann er örvhentur, kominn upp út á endalínu. Hann hætti Stelmokas, skotir íður af og hann bara neglir boltan í netið. Já, ég bakka ekki með það sem ég var að segja á þann. Þorkell Guðbrandsson er í alveg feikilega fínu standi og hefur sjaldan líka aldrei leikið eins vel. Og nú voru 8 mínútur eftir fyrri hálfleik. KA-menn með 2 marka fórskot. Halldór Sigfússon með sendingu á Stelmokas. Þorkell ver honum leiðina og þeir enda langt inn í teig og Stelmokas vill fá vítakast. Fær ekki. En við getum sagt sem svo að samskipti þínumannanna við varnarmennina eru sko engin blíðu hót þessa dagana, hvorum megin sem er. Og það er víti dæmt á Hauk Sigurvinsson. Við skoða þetta, þarna kemur hann. Og já, það er sýnist Haukur að koma þarna inn fyrir og félagi hans ennþá lengra við miðin á hann. Og kannski hefur þetta verið þess vegna, sjáu þið. Nei, jú, Haukur er fyrir hérna. Halldór Sigfússon skorar úr vítakastinu og það er 9-6 KA í hag.
leiklis Rúmar. Bjarki. Og hann hittir ekki á Gildaras. Gildars nær boltanum. Og Jónatan Magnússon er geysilega hreyfanlegur í vörninni. Alveg ótrúlega. Og Gildaras fær aukakast. Hörður Flóki varði þetta skot. Það var búið að brjóta þarna á Gildarasi. Bjarki. Þorkell og Bjarki. Og þarna kom skotið og Hörður ver. Og aftur aukakast. Gildaras náði frákastinu. Vasklega gert hjá honum. Kemur Gildaras og Gildas og Bjarki. Upp, skot og Hörður Flóki ver. Og KM ná frákastinu og Tjerni Áskars kominn og skorar. Þvílíkt hraðaupphlaup hjá KA. 10-6 KA-mönnum í hag. Þetta var alveg geysilega vel að verki verið. Hörður Flóki var að taka fjórða skotið sitt í markinu. Og þeir tóku frákastið. Feyktu boltanum út úr vörninni. Guðjón Valur leið og hann datt inn í teginn. Þá teitt hann aftur fyrir sig á næsta mann. Og hraðaupphlaupið sveif upp á ógnarhraða. Óverjandi. 4 markamunur. 10-6 fyrir KA. Bjarki og hann er góð í gegn. Og Hörður Flóki ver. Og Bjarki fær aukakast. Veikilega vel gert hjá því. Brotið af Bjarka vissulega. Vel varinn. Og Þórólfsson og Gildaras og hann með skot í gegn og Hörður Flóki ver. 7. skotið og KA-vörnin er algjörlega óvígur her. 5 mínútur eftir fyrri hálfleik. KA 10, Afturelding 6. Og KA-menn búin að vinna boltan. Halldór, hann reynir að komast í gegn. Og þeim er að vaxa ásmegin norðanmönnum. Maður sér það í hverri hreyfingu að tiltrú þeirra á eigin mátt og megin hefur aukist. Og hann út í hornið á Tjerni Áskars og Tjerni Áskars með skot og fær ekki aukakast. Ekki sá ég. Jú, Reynir varði þetta. Það var náttúrulega öðruvísi. Og Mósvellingar aftur komnir í sóknina. Aukakast. Og Þórólfsson á miðjunni hjá Aftureldingu núna. Gildas er komin út af horn og Gildaras og Haukur er komin í vinstra hornið. Aukakast. Brotið á Gildarasi. Og Bjarki. Og hann skorar. Vel gert hjá Bjarka Sigurðssyni. 10-7. Slapp horna inn úr horninu. Þriggja marka munur, 3,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Heimir Örn, Stöðvaður, Halldór, Guðjón aftur. Og Heimir Örn, Sævar, Heimir af vörninni, Anna Guðjón Val. Og nú verður eitthvað að fara að gerast hjá KA. Og Guðjón Valur með skotið stöngvinn, þvílíkt mark! Ég á ekki til auka tekið orð. Sjáu þið, hann er rússneski Björnin búinn að rífa niður skotið engu að síður í liggjandi stöðu í stöng og inn. Já, hann er göldróttur, rammgöldróttur þessi drengur. 11-7. Bjarki, og sjáu þið hvað þetta er flott mark. Bjarki Sigurðsson, hann veit sem ef hann tekur ekki að skarið núna, að þá gerist ekki neitt. Og hann rífur sig lausan og tekur skotinn og sá getur nú aldrei skotið. 8. mark Aftureldingar og 4. mark Bjarka Sigurðssonar.
Og 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik þegar Stelmokas fær línu sendingu og með skot í stöng úr dauðafæri. 11:8 og góður endasprettur hjá Aftureldingu hér í fyrri hálfleik. Ósendingar skiptum leikmenn og Páll Þórðarsson kemur aftur út á miðjuna. Og nú Magnús Már kominn og Hörður Flóki ver. Hörður Flóki ver. 3 marka munur 11:8 og KM-menn ná boltanum aftur. Černiauskas, hann rýfur sér lausan og fyrir gegn. Og þetta víti. Og þetta eru 2 mínútur á Galkauskas Gintas. Og það verðskuldað. Sjáu þið, hann rýfur hann í, hann hangir aftan í honum. En fellur á eigin bragði. Nú, Hjörtur Arnarsson stóð fyrir innan og það var aldrei spurning vítakast í þessu. Og 2 mínútur. Og það nokkuð dýrt. Staðan 11:8. 1,5 mínútur eftir. Og Guðjón skorar. Guðjón Valur Sigurðsson skorar úr vítakastinu, 4. mark sitt í leiknum. Og staðan KA 12. Afturelding 8. 12:8. Og nú eru manni fleiri KA-menn. Það í fyrsta skipti í þessum leik og þeir taka Gintaras úr umferð. Jónatan Magnússon eiginlega orðinn yfir frakki á Gintarasi þarna. Bjarki og Gintaras. Og hann var heppinn Gintaras að fá ekki dæmdan ruðning þarna. Hreinlega. Það var búið að halda honum föstum þegar þessar stimpingar hófust, þannig að það þess vegna það aukakast. 40 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. KA 12, Afturelding 8. Kjartan Steinbach ræðir þarna við starfsmenn og liðsstjóra Aftureldingar. Og upplýsir einnig Atla Hilmarsson að sennilega klukkan ekki verið stöðvuð nógu fljótt og hann verið stigklukkan í hendinni og ætlar að taka tíma þar til að klukkan verður ræst að nýju. Þannig að það meira en 40 sekundur eftir, sennilega 45. Og leikurinn kom af stað og klukkan verið ekki af stað. Það með ráðum gert. Og þar fór hún í gang. Já. Kjartan var sem sé að áminna starfsmennum og stöðva klukkuna, líta eftir merkjum dómarans. Og Hjörtur Arnarsson reynir að vinna tíma. Nú eru 23 sekúndur til leikhlés. 44 sekúndur eftir að refsingu Aftureldingar alltaf eftir það. Jú, þeir taka skotið Hörður Flóki ver hjá Þorkeli. 8. skotið sem Hörður Flóki ver í leiknum. Og Sævar, þetta víti. 2 mínútur og Þorkel Guðbrandsson og víti. Já, hérna. Fór þarna líklega í rak hönd í andlit varnarmannsins. Skoðum við tennisinn enn. Sævar, sjáu þið Sævar hér, hann sér smugu þarna á milli þeirra. Fer af stað í hana, Þorkell kemur á móti. Og já, hann slær til hans. Þetta mjög góð dómgæsla, verð ég að segja. Geysilega vel dæmt. Þetta hárréttur dómur. Brottreksturinn. Og það aukakast sem dæmt, ekki vítakast, aukakast. Og Guðjón Valur, skot og mark! Já, hérna! Upp úr, ég veit ekki hvert hann ætlaði að hoppa og svo sett hann bara höndina í mittishæð og skaut.
13-8. Guðjón Valur Sigurðsson, 5 mörk í fyrri hálfleik. Sjáu þið þetta aftur, sjáu þið. Upp. Þvílíkt og annað. Svo sett hann undir handarkrikan á Alexi Trúfan eftir þetta uppstökk. Ég veit ekki hvort að Atli Hilmarsson hefur kennt honum eitthvað í þessum uppstökkum honum Guðjóni Val. Hann hefði náttúrulega stökkrátt svo sem þegar hann kom norður en það er þetta að hanga. Það verður engin Íslendingur hangið annað eins í loftinu svo Atli Hilmarsson þjálfari KA þegar hann var upp á sitt besta í boltanum og ég held að strákurinn sé bara að læra þetta af honum. Staðan 13-8 í leikhléi. Hér heimamönnum í Haag í glimrandi fínum handboltaleik. Tveggja góðra handboltaliða. KA-menn hafa yfirhöndina en eins og sést hefur í þessum leik að þá eru sveiflurnar fljótar að verða og 5 mörk þurfa ekki endur að vera mikið í handbolta. Vissulega þó betri en ekkert forskot og miklu betra. 13-8. Seinni hálfleikur hefst eftir tæpan stundarfjórðung og við ætlum í leikhléinu að rifja upp rammaslag gærkvöldsins þar sem að Haukar tók á móti Valsmönnum í þessari sömu keppni í undanúrslitum og komum svo aftur héðan í beinni frá Akureyri eftir það. 13-8 fyrir KA í leikhléi. Aðeins daufur svipur á Mosfellingum í leikhléinu en menn eru nú líka svona bara að pústa. Það er búið að vera mikill hávaði, mikil læti og mikil stemning. Og búa sig allir undir átök síðari hálfleiks. 13 mörk gegn 8 og sjáum hér í miðri mynd Valgeir Ómarsson dómara, eða sáum öllum heldur og hann og Bjarni félagi hans hafa haldið þessum leik í mjög góðu horfi, dæmt þetta afbragðsvel. Og stórskemmtilegur handbolti. KA-menn hafa yfirhöndina og áttu geysilega fínan endasprett og ástæða til að hlæja á þeim bænum. 13-8 er staðan þeim í Haag. Guðjón Valur Sigurðsson, helsta hetja KA-manna, búinn að skora 5 mörk í þessum leik í öllum regnbogans litum, sannarlega. Frábært síðasta markið á loka sekúndunni og annað hafði hann skorað á undan þar sem hann lá marflatur, var að lenda þegar skotir eða voru mjög erfiðri aðstöðu á millum fóta andstæðingunum í stöngina fjær og inn. Og öryggismál í hávegum höfði hér í herbúðum KA, menn eru með öryggishjálma til þess að reka svona ekki upp undir loft þegar þeir stökka á fætur í fagnaðarlátunum. Og Mosfellingar hefja síðari hálfleikinn 4. Það eru 25 sekúndur þar til að Þorkell Guðbrandsson kemur inn á og að Galgáska Skildast kemur inn á og 1 mínúta og 57 sekúndur. Það er sem sé 2 mínútur þar til að Þorkell Guðbrandsson kemur inn á. Hann var ekki út af að loka sekundu fyrir hálfleiks. 4 Mosfellingar á móti 6 Akureyringum og þeir reyna að fara sér hægt hér í upphafi til að fá 15 mannin inn, Bjarki. Og aukakast og 7 sekúndur, 6. Þeir taka sóknin aftur, Páll fær aukakast aftur, nei, fær ekkert aukakast. Og Bjarki, og hér kemur svo inn á línuna hjá Aftureldingu Atli Rúnar Steinþórsson sem hefur leikið geysilega vel með liðinu, 20 strákur. Og kemur inn á í stað Magnússon Más Þórðarssona sem var lék í fyrri hálfleik. Og það festi Sævar hendina undir handakrikanum á Páli. Og Pál lítið gengur í sókninni í Aftureldingu og núna er mínúta síðari hálfleik og mínúta eftir að tækja myndina Brodísund. Og Mosfellingar gera þetta einstaklega vel. Þeir sækja hér hvert aukakastið af öðru. Búnir að fá 5. mannin inn á, bráðum fá þeir 7. mannin inn á þannig að þeir ætla að halda boltanum þangað til. En aukakast. Og klukkan tifar og tifar og tifar. 35 sekúndur eftir að refsingunni. Þetta ætlar að leysa vel Mosfellingar. Sjáðu Bjarka! Og hörður flóki við og Bjarki fær vítakast. 2 mínútur og Sævar Árnason. Já, þetta var nú nokkuð athyglisvert. Sjáðu þið.
Þessi 2 mínútna brottvísun nú svona full mikið af því góða, finnst mér. En dómari ræður. 13-8 og Bjarki á vítalínunni. Hörður Flóki til varnar. Varði 9. skot sitt þarna þegar að vítum var dæmt. Og Bjarki skorar. Bjarki Sigurðsson, 5. mark hans í leiknum og 4 marka möður, 13-9. Og nú eru Mosfellingar að fá inn 7. mannin eftir 15 sekúndur. KA-menn eru 5. Og núna kemur hinn ungi Arnór Atlason inn á í sóknina hjá KA. Hægra megin eins og jafnan þegar eru manni færri. Það er að segja þegar þeir eru 5, þeir eru ekkert færri. Núna eru þeir manni færri því að Þorkell Guðbrandsson er komin inn á. Og byrjar strax á því að þrífa boltan af KA-mönnum með látum. Það er ekki maður. Það er ekki neinni meðalmennsku Þorkell þegar hann tekur til hendinni. Nú er mínúta þar til að KA-menn fá sinn mann inn á. 27,5 mínúta eftir af leiknum og Arnór í. Og sjáðu Tjerni Ásgars, hann er komin í gegn. Og 2 mínútur á Alexi Trúfan. Hann reif í hönd hans og þetta er alveg rétt. Ekkert tíðir ekkert að væla yfir því. Þarna fór Tjerni Ásgars. Páll sækir á honum og Trúfan fer aftan í höndina á honum. Sjáum þetta hérna. Þannig kemur Tjerni Ásgars inn á. Sjáðu. Jæja, nett var það nú. Og 13-9 og vítakast. Ólafur H. Gíslason kominn inn á í lið Aftureldingar. Eldilegur strákur, nýorðinn tvítugur og hefur komið inn á og tekið vítakost í undanförnum leikjum. Það varið öllu höldur og sjáu þið, Halldór Sigfússon tekur vítakastið og setur það í stöngina. Fjögurra marka munur. Og 5 menn inn á í hvoru liði. Erlingur Kristjánsson í vörninni hjá KA núna. Og Gildas reyndi skot. Gildaras. Og Gildas. Aukakast. Það er svo sem fátt sem hlýðir sem að gleður augað í þessum sóknarleik Aftureldingar þessa stundina. Þetta er óttalegt hnoð og puð. Og Hörður Flóki ver og Heimir Örn var heppið þarna, hann sleppti kannski nógu fljótt. Bjarki, skot og mark! Frábært mark hjá Bjarka Sigurðssoni. 7. mark hans í leiknum og hann heldur sínum mönnum á floti. 13-10. 2 mörk kom inn á 4 mínútum í síðari hálfleik og þau eru öll hjá Aftureldingu. Öllu heldur bæði hjá Aftureldingu. Magnað að skora úr þessu skoti. Halldór. Og nú eru KA-menn 6-5 og eiga að geta nýtt sér miðsmuninn. Heimir Örn, Sævar, Halldór og Sævar og hann vippar og skorar! 14-10. Fyrirliðið KA með annað mark sitt í leiknum. 14-10. Gildaras, Bjarki og Þorkell og aukakast. Eða hvað? KA-mönnum dæmdur boltinn.
Hávaðinn er svo rosalegur hérna í Káa-heimilinu að hann er allt umlykjandi. Gjörsamlega ærandi hávaði. Það eru 24 mínútur eftir af leiknum og ég sé að það er ekki komið á töfluna, þetta mark sem að Sævar Árnason var að skora á þann. Það er ennþá 13-10 á töflunni. Ég er líklega að fara með tómt fleipur að telja þetta hafi verið gilt mark. Ég sá bara ekki betur, en hér kemur Halldór Sigfússon og skorar 14. markið. Það er þá komið núna. Já, vel gert. Og nú er 4 marka munur. Já, það var dæmt að þetta mark sem ég taldi gilt þarna og horfði nú kannski ekki nógu vel á það. En það er 14-10, Magnús Már er kominn inn á línuna hjá Aftureldingu aftur og Atli Rúnar líka og Tjerni Ásgars er reikin út af í 2 mínútur fyrir brot á Atla Rúnari Steinþórsinni. Sjáu þið, þessi strákur er að gera þetta alveg feikilega vel. Kemur inn á og Tjerni Ásgars er út af. Káamenn aftur átti færri og Bjarki á vítalínunni núna. Hörður flókið til varnar. Og Bjarki skorar glæsilegt mark, 7. mark sitt og það er aftur 3 marka munur. Káa 14, Afturelding 11. Og núna kemur Jóhann Gunnar Jóhannsson inn á í fyrsta sinn í þessum leik. Sá gamall reyndi og fyrirliði Káa. Halldór fær aukakast. Sævar fyrir undan núna. Halldór og aðeins í trúfan heldur honum föstum. Sævar, Þorkell. Halldór. Sjáðu þið. Og Guðjón Valur og Reynir Þór ver. 9. skoti sem hann ver. Byrjaði með miklum látum en hefði ekki varið sérstaklega síðan. Sjáu þið Gindarason kom í gegn og hann skorar. 14-12. Annað mark hans í leiknum. Þeir verða að fá meira út úr Gindarasi og Gindasi. Mósveldingar eru alltaf að vinna þannig leik. En þeir eru að leika þetta vel í seinni hálfleik. Þeir eru búin að skora 4 mörk gegn 1 á 8 mínútum. 13-8 í hálfleik, 14-12 núna. Mikill kraftur í Mósveldingum. Heimir Örn. En Páll Þórhallsson er sterkur fyrir. Sævar. Liggur eftir. Guðjón Valur. Káamenn ennþá manni færri. Og hann kemur inn á Stelmókas inn á línuna. Fullskipa lið hjá Káa. Ennþá 2 marka munur. Mjög mikilvægt hjá Káamönnum að skora í þessari sókn. Annars er Afturelding komin á nálægt þeim. Sjáu þið Halldór. Jájá. Þeir láta leikinn ganga áfram. Halldór. Guðjón Valur.
Sævar og Reynir Ver og Stelmókas og Reynir Ver aftur. 2 skot. Sjáu þið Reynir Þór Reynisson. Hann að koma Mosfellingum inn í þennan leik á ný. Og dæmdur ruðningur á Gittarás. Hann misti boltan, keyrði á Heimi og KM fá boltan aftur. Jónatan Magnússon með þeim í sóknina núna. Heimir Örn og hann skorar. Hann skorar og Gittars rekinn út af í 2 mínútur. Já, keyrði á með öxlina í höfuð Heimis og rekinn út af í 2. 15-12, þetta var geysilega mikilvægt mark hjá þeim í KA. 15-12, aðeins annað mark í seinni hálfleik. Þorkell, Bjarki, Þorkell og Gittarás og Hörður Flóki Ver. 12 skot varinn, 15-12 og Guðjón Valur. Og KM setjum sóknina. Magnús Már fer út af í stað Alexis Trúfans. Það er mikill slagur að mynda hans og Stelmókasar í þessum leik. Og Litáin hefur haft betur, það er vonandi að segja það. 15-12, 1 mínúta eftir að brottvísundi hjá Mosfellingum. Annari brottvísund Gindasar. Og Trúfan brýtur á Guðjóni. Halldór, Heimir og Tjerni Áskars og Halldór og Stelmókas og Reynir Ver. Reynir Þór Reynisson, þvílík markvarsla hjá drengnum. Aukakast. Og ég verð að hrósa þeim Bjarna og Valgeiri dómurum fyrir dómgæsluna hér því að þeir láta ekki menn panta hér og skapta sér vítakost eins og stundum hefur komið fyrir í vetur. Og Magnús Már með skot yfir markið. Fekk þetta línusendinguna sem hún verið að bíða eftir allan leikinn. Skauti yfir, 3 marka munur ennþá og KA-menn sækja fullskipalið og Guðjón með skot í varnarmann og innkast. Alveg 18 mínútur eftir Halldór. Heimir Örn með skot og Reynir Þór Ver. Reynir Þór Ver. Það var ekki gott skot hjá Heimi þarna langt í frá. 3 marka munur. Og Mosfellingar leika með 2 línumenn áfram. Magnús Má og Atla Rúnar Steinþórsson. Og 2 mínútur á Stelmókas. Fór í andlitið á Atla Rúnari, segir Valgeir dómari. Út af með þig. Svo hérna, hann er beint í andlitið á honum. Þetta er alveg hárréttur dómur. Enn og aftur. Tvær brottvísanir hjá Stelmókasi, 2 hjá Gindasi. Hinum megin. Þá eru KM færri og Erlingur Kristjánsson komið í vörnina. Og það styrkir mjög lið Aftureldingar að fá unga manninn Atla Rúnar Steinþórsson inn á línuna. Hann er alveg feikilega sterkur. Tekur mikið til sín. Bjarki, Gittarás og hann skorar! Gittarás skorar! 3. mark sitt í leiknum og það er 2 marka munur á ný. KA 15, Afturelding 13. Og nú kemur Arnór Atlason inn á í sóknina hjá KA.
Káamenn leika þetta skynsamlega. Rúmur stundarfjórðungur eftir, 16,5 mínúta. Spennan í algleymingi. Guðjón Valur með skot í stöng. Og út af. Tveggja marka, men nú geta Mosfellingar minka munin í 1. Gintaras, og hann skorar! Gintaras skorar, hann má ekki nýta af honum. 15-14. Þetta er ekki smá frammistaði á Mosfellingum. 6 mörk gegn 2 á fyrstu 14 mínútur seinni hálfleik. 15-14, Akureyringum í hag. Og Arnór Atlason kemur inn á. Guðjón Valur. Halldór, hann er kominn í gegn. Þetta er víti. Halldór Sigfússon fiskar enn eitt víti. Og Alexi Trúfan er eitthvað að svara Valgeiri og hann rekur hann umsvifalaust út af í 2 mínútur. Og það er engin miskun hjá Magnúsi. Það er Valgeiri núna. Önnur brottvísun Trúfans. Einsmarks munur og Guðjón Valur Sigurðsson að taka vítakast gegn Ólafi H. Gíslasyni. Og hann skorar 16-14. Guðjón Valur með 7. mark sitt í leiknum. Og þá er það leikhlé sem að beðið er um. Og ég hygg að Atli Hilmarsson hafi verið að biðja þetta leikhlé. Guðjón Valur Sigurðsson með 6 mörk fyrir K.A. Halldór Sigfússon með 4, Heimir Örn Árnason með 3 og Sindrius Henni Áskars 2, Sævar Árnason með 1. Og í Hörður Flóki með 11 skot varinn, reyndar 13 samkvæmt mínum bókum, en allt í lagi með það. 7 mörk hjá Bjarka, Gintaras með 4, Þorkell með 2 og Páls með 1. Og Reynir Þóren með 13 varinn í marki Afturöldingar. (16-14) og Bjarki Sigurðsson og félagar hefja sókn. Og nú kemur Jónatan Magnússon inn á og tekur Gintaras úr umferð. Og inn á í vörnina er kominn Hreinn Hauksson líka. Og hreyfingin er út allt. Hér kemur Gintas og þá skorar hann fyrsta mark sitt í leiknum. Galgáskás Gintas. Komið með 2 brottvísanir Gintas og ekkert náð sér á strik í sókninni, en núna skorar hann 16-15. Einsmarksmunur. Og Arnór Atlason í sókninni núna meðan það eru 6. Kemur inn fyrir Heimi og hann er kominn í gegn, nei. Tekinn föstum tökum og aukakast dæmt. Og Stelmákas kemur út í aukakastið. K.A. 16, Afturölding 15. Guðjón Valur, hann er sloppinn og þetta er víti, þetta hlýtur að... Nei! Aukakast skal það vera, segja dómararnir. Arnór með línusending á Stelmákas og hann skorar. Frábær sending hjá Arnóri Atlasyni á Stelmákas og Andríus Stelmákas er að skora fyrsta mark sitt í leiknum. Athugið það. Og Mosfellingar fá mannin inn á eftir 3 sekúndur. Gintas skoruðu manni færri hér þetta á það. Kemur Magnús Már inn á línuna. Mínútur rúmar
eftir. Eins marks Guðmunds. Nei, 2 marka munur, 17-15. Og Bjarki með skot út af. Stöng og út af. Og KA-menn í sókn. Guðjón Valur. Černjavskas, Guðjón Valur. Jonathan, Halldór. Og Hreinn Hauksson, leikmann með 15. Skiptir við Halldór við Heimi. Heimir Örn fær aukakast. Halldór og varið og Sævar og hann ver aftur Reynir Þór. Ver bæði sko, hann komið 16 skot varinn. 16 skot varinn hjá Reynir Þór Reynissyni. 17-15 og staðan. 2 marka munur. Og Mosfellingar sækja. Jónatan Magnússon, lykilmaður í vörn KA-manna, hér fremstur. Og Þorkell reynir að fara í gegn. Það alltaf mörg skref komið þarna. Og þeim þykir illt Mosfellingum. Akureyringar hangi í fötum þeirra alveg hinn. Daginn út og inn. Þess að það nú með rétt að röngum. Það aldrei búið að vera peysutói í þessum leik. Gintaras. Og út í hornið á Bjarki! Og mark! Nei, það dæmt lína á Bjarka. Það dæmt lína á Bjarka. Ekkert mark, sjáðu. Nei. Já, hérna. Það hlýtur að hafa séð þetta mjög örugglega þarna alveg við. Þetta var ekki svo sýnilegt frá okkar hlið. 11 mínútur eftir. Guðjón Valur ennþá í gjörgæslu hér. Og Halldór. Og hann fær aukakast. Og Sævar og þetta skulum skoða aftur. Svo hér. Jújú, hann fer beint í andlitið á honum. Það er ekkert öðruvísi. Já. Myndirnar skröggva því ekki. Atli Hilmarsson hristir höfuðið. En við fáum að getum séð þetta eins oft og okkur listir. Ekki dómararnir, gleymum því ekki. 11 mínútur eftir. Þeir eru þurft að skipta inn á KA-menn. Því að Sævar þurft að leita aðstoðar. Aukakast. Slagurinn er alveg ótrúlegur hann inn á línunni. Er alveg mögnuð barátta. Halldór Atlason. Halldór Sigfússon. Og nærri því stoppið. Heimir Örn. Halldór og reynir línusendingu. Arnór nær boltanum. KA-menn. Og Reynir ver. Reynir Þór Reynisson, 17. skotið hans. Og Mosfellingar geta minkað muninn í 1. Og aftur stilla Mosfellingar upp með 2 línumenn. Magnús Má og Atla Rúnar. Bjarki.
Bjarki. Og hann kemur skotið og Hörður Flóki ver. Og nú erum við 9 mínútur eftir. Hörður Flóki búinn að verja 14 skot í þessum leik. 14 skot. Og Gintaras. Og hann skorar! Gintaras skorar. Og Sákinas Gintaras er búinn að skora 5 mörk í leiknum, sjáu þið. Það er ótrúlegt. 1, 2, 3, 4, upp og lendur. Nei, þetta hefði átt að vera aukakast. Hálf minúti eftir. Halldór. Kemst hvergi. Mikilvægt hjá KFM að skora núna. Guðjón Valur. Hann er sloppinn. Hann er algjörlega í gjörgæslu pilturinn sá. Þeir fengu honum ekki eitt eða neitt. Selmokas. Og það dugir nú ekki að stimpast þangað til menn eru komnir yfir og heimta frá víti. Það dugir ekki hér, ekki þessum leik. Og þeir eru komnir upp með höndina. Dómararnir hafa verið að koma skot. Arnór. Og hann skorar! Arnór Atlason. Já, hérna. Þeir hafa fellur ekki langt frá eiginni eflið. Það er ábyggilegt. 7,5 mínúta eftir og Arnór Atlason sem skoraði síðasta markið í fyrsta leiknum hér á Akureyri á móti Aftureldingu með mjög eftirminnilegum hætti. Skorar hér á ögurstund. Bjarki. Gintaras. Magnússon fylgir honum eftir í skugginn. Bjarki. Gintaras. Og það er aukakast. Geysið er barátta í gangi hér. Það virkar nokkuð vel hjá Aftureldingu. Hefur gert það í seinni hálfleik að vera með 2 línumenn. Hver heldur í hvern. Þegar að varnarmaðurinn heldur og sóknarmaðurinn heldur í varnarmanninn svo að byrðist að hann haldi. En Bjarki Sigursson, hann lyftir þessum leik hér í aðrar hæðir. Sjáu þetta mark, upp og efst í hornin. Frábært mark, 18-17. 8. mark Bjarka og mikilvægt fyrir Aftureldingu. Nú eru 6 mínútur eftir að þessum leik. Halldór, Guðjón Valur, Sævar Árnason út í horninu. Arnór Atlason og hann er sendir á Tjerni Áskas en þetta er auðvitað aukakast. Guðjón og víti. Glæsilega fiskað hjá Guðjóni. Og sjáu þið, þeir voru að tala um skref þarna Mosfellingar en það er algjörlega úr lausu lofti gripið. Gerðu þetta á tilskildum fjölda. Reynir Þór til varnar, Halldór Sigfússon tekur vítið og hann skorar. 19-17. Halldór Sigfússon aldrei svona ná sér vel á strik þessi tæplega 23 ára strákur eftir erfið meiðsl sem hann átti við að stríða fyrir 2 árum eða svo. Staðan 19-17, Káa í hag. Gintaras og Bjarki og hann er sloppinn og skot yfir. Þetta er líka víti og 2 mínútur á Heimi Örn.
sáum hvernig hann rífur aftan í hann og þetta alveg nákvæmlega samkvæmt reglunum svona. Heimir Örn, fyrsta brottvísun hans í leiknum held ég. 19-17 og úrskipta KA-mennum markvörð. Hörður Flóki fyrir út af og Hans Hreinsson kemur inn á. Kemur inn og ver þetta vítakast hjá Bjarka Sigurðssyni og hann bara varpaði sér upp í hornið, alveg vissum það hvað hann myndi setja boltann og hann er fagnað eins og þjóðhelgi hér á Akureyri. 4 mínútur og hálfur í betur til leiksloka og Guðjón Valur í gjörgæslu og þarna komu þeir Mosfellingarnir og Páll Þórólfsson með skotið og það er aukakast. Hörður Flóki varði og nú er það Gintaras og hann skorar. Og Hjörtur Arnarsson sem stál þessum bolta svona eftirminnilega þarna á þann. Og Gintaras að skora þarna. Savokinas Gintaras líklega 7. mark sitt í leiknum. 18 hjá Mosfellingum, 19 hjá KA, Arnór Atlason og sjáuð þetta, þarna slapp Trúfan vel. Guðjón Valur áfram í gjörgæslu. Arnór. Og þarna enn eitt aukakastið. En nú er Alexi Trúfan komin undir vökuldauga dómaranna. Þeir fylgjast stíft með hana núna. Það munaði ekki miklu þarna. 19-18 fyrir KA. 3,5 eftir. Sævar, Arnór. Og enn fær Trúfan að hanga aftan í honum. Guðjón og Sævar Árnason upp og sending hans beint í hendurnar af Páli Þórólfssyni og Páll Þórólfsson fer hér upp allan völl og Guðjón Valur nær að trufla hann. Frábær varnarmennska þarna en Páll var réttur maður á réttum stað þegar sendingin fór af stað ranga leið. Miklar innafskiptingar í gangi hér. 3 menn út, 3 menn inn hjá Aftureldingu. Nú geta Mosfellingar jafna. Gindars komin í sóknin aftur, Bjarki, Þorkell og Gintaras. Heilsileg barátta. 2,5 mínútur eftir. KA 19, Aftureldinga 18. Þetta er ekki leikur sem er líklegur að verði framlengdur, þá eru þeir nú ekki margir. Og þá er það flautað til leikhlés hér. Það eru Mosfellingar sem að biðja leikhlé. Guðjón Valur með 6 mörk fyrir KA og Halldór með 5, Heimir Örn og Sérni Áskars 2, Arnór, Andreas og Sævar með 1 og Hörður Flóki með 14 skot varinn og Hans Hreinsson 1 í vítakast. Bjarki með 8 mörk og Gintaras með 6 og Þorkell með 2 og Gintaras og Páll með 1 hvor og Reynir Þór Reynisson með 17 skot varinn í marki Aftureldinga. Ég sé það raunar að Hörður Flóki er komin í 15 skot hér
og Mosfellingar koma aftur í sóknina eftir að hafa borið saman bækur sínar og ráð og geta jafnað. Það hefur ekki lasað við þeim oft í þessum leik, sannarlega. Og fótur á Gintaras, hann missir boltan. Þarna gekk Lukkan í lið með Káamönnum. Þeir hafa Mosfellingar náð að lama sóknarleik þeirra talsvert með því að taka Guðjón Val Sigurðsson úr umferð. Heimir Örn Árnason kemur hér og hérna er Černjavskas og hann skorar. Þetta er laglegt spil. Það var skemmtilega þessi sending. Stelmokasar út úr vörninni aftur á félagsmann Černjavskas og hann skorar annað mark sitt í leiknum. Afar mikilvægt mark og 1,5 mínútur eftir rúmlega 28 KA í hag. Og Gintaras og Bjarki og Atli Rúnar og þetta er ekkert annað en víti því að varnarmaðurinn var alveg hreint búinn að skjóta rótuminn í miðjum vítateig. Sjáu þið, Stelmokas var svoleiðis langt fyrir innan og það var ekki nein leið út úr þessu. Sjáu þið, stendur hérna inn í miðjum teig. Og aftur kemur Hans Reynsson og núna er það Páll Þórólfsson sem á að taka skotið. Og Páll skorar. Þetta er aðeins annað mark Páll Þórólfssonar í þessum leik. Hitt kom í fyrri hálfleik og hraðaupphlaupið ef ég man rétt. Og það er 20:19 þegar 1 mínúta og 15 sekúndur er eftir. 20:19, einsparksmunur. Halldór, Černjavskas og Guðjón í geymslu hér út á miðjumvelli. Heimir Örn. Mikið slagur hann inn á línu Halldór og hann lendir inn í teig. Það eru 45 sekúndur til leiksloka. KA 20, Afturelding 19 og KA-menn með boltan. Nú var þeir að leika spilum sínum vel eða þeir ætla að halda þessu. Og Mosfellingar að berjast í vörninni jafnframt. Aukakast. Þrjátíu sekúndur eftir. og 7. Guðjón Valur upp og rifinn niður. Og þá er það 23 sekúndur og klukkan aftur stöðuð. KA-menn hafa leikið mjög skynsamlega þessa mínútu. Þurft að halda boltanum núna í tæpa mínútu með marksforskot. Og það er spurning að leggja vel á ráðin í þessu auðvitað. Þetta er hershöfðinginn. Guðjón Valur rífur sig lausan og það er leik töfdæmt. Já, þeir eru betur tekið skotið. 15 sekúndur eftir, Páll Þórólfsson stöðvaður. Hann með boltan út á Gintaras og hann upp og Guðjón Valur stöðvar hann, aukakast. Klukkan stöðvuð 6 sekúndur eftir. Og Jónatan Magnússon kemur inn á í vörnina. KA-menn verjast í vörninni. Allt eða ekkert í þessu hjá Mosfellingum, allt eða ekkert. Og markvörður er farin út af og Magnús Már Þórðarsson kemur inn á í fagur grænni kjúklingapeysu. Hún verður að vera öðruvísi af því hann er 7. leikmaðurinn inn á. Þeir eru að fjölga, búa til möguleika til að skora mark. 6 sekúndur. Og nú er aftur rekistefna við hliðarlínuna
Eftirlitsdómarinn hefur eitthvað fram að færa þar og sennilega eru fleiri sekúndur en þessar 6. Og þeir merkja 7 sekúndur, hvort það eru 7 eftir eða 7 í viðbót, það kemur í ljós. Við sjáum hvernig hann fer á stað. Bjarki og Gimtas og Harður flókin og leiktíminn er liðinn og það er vítakast. Það er vítakast. Galkauskas Gimtas hefur nú ekki nýst vel í sókninni í þessum leik en þetta var mikilvægt. Galkauskas Gimtas og Hundóvanar með að fá ekki brottvísun í líka en Hörður Flóki ætlar að standa kjur í markinu. Páll Þórólfsson tekur vítið, á honum hvílir öll ábyrgðin. Allur Mosfellsbær, vonum að hann verði ekki of þungur á herðum hans. Það er Hörður Flóki, kemur einn á móti og Páll skorar og jafnar, það er framlengt. Páll Þórólfsson jafnar og það er 20-20. Þriðja mark Páls Þórólfssonar. Nú líða 5 mínútur og þá hefst framlenging, tvisvar sinnum 5 mínútur og hvort mark. Og það er ljóst að Páll Þórólfsson hefur lengt þáttöku Mosfellinga á þessu Íslandsmóti að minnstakosti 10 mínútur. Kannski er það hann sem er að leggja drauginn að því að þeir komist í úrslitin. Já, nú er að sjá hvað gerist. Vítið. Páll mjög öruggur í vítakostunum. Tók við eftir að varið var hjá Bjarka. Bjarki skorað tvisvar úr vítakasti þegar Hans Hreinsson kom inn á og varði eftirminnilega vítakast hér áðan. Mikið stemning. Tuttugu og framlenging. Meira getur það ekki orðið spennandi en þetta. Hjört Arnarsson fagnar nú þarna, hann kom sterkur inn í seinni hálfleikinn. Guðjón Valur með 6 mörk fyrir K.A. og Halldór Sigfússon með 5, Heimir Örn með 3, Sérni Áskas með 3 og þeir Arnór Andreas Stelmokas og Sævar Árnason með 1 mark hver. Hörður Flóki Ólafsson með 16 skot varinn og Hans Hreinsson 1 sem að vítakast. Bjarki Sigursson með 8 mark fyrir afturhendingu. Gintaras með 6, Páll Þórólfsson með 3, Þorsteinn Guðbrandsson með 2 og Gintas með 1 og fékk þetta víti í lokin. Reynir Þór Reynisson er búinn að verja 17 skot í marki afturhendinga. Já. Athyglisvert líka að Sávukinas Gintaras er með 6 mörk fyrir Mosfellinga. Ég held hann að vera með 1 í leikliðinu, hann hefur með 5 mörk í öllu seinni hálfleik. Og það er ekkert óvinnilegt, hann hefur verið að skila svona í svona leikjum og ég tala nú ekki um framlengingum að þá hefur hann verið að skora megniða mörkunum líka, þannig að það er spennandi að sjá hvernig hann heldur þessu áfram. Getur orðið K.A. erfiður á eftir.
og það er titrandi og lamandi spenna hér. Og spurningin hvernig heimamönnum tekst að þola það að Mosfellingar skyldu jafna á þá svona í lokin. Þeir naga sig áreiðanlega í handarbökin fyrir að hafa ekki tekið sett upp almennilega upp sókn og náð skoti í síðustu sókn í staðinn fyrir að láta dæma af sér boltan án þess að láta á skoti reyna. En þá ganga þeir í salinn, KA-menn komnir og Mosfellingum fagnað. Og heldur eru farið að hitna í kolum hér í KA-heimilinu. Hitastigið hækkar stöðugt. En það var ágætt fínt á því að hávaðanum linnti hér örlítið. Augnablik. Ég reyndar held nú að væri nú orðið býsna hollt að gera einhverjar svona skipulagðar hávaðamælingar í þessum handboltahúsum. Það er reyndar ólíkindi hvernig glymjandinn í þeim hefur aukist á undanförnum árum. Sífellt sterkari hljómflutningstæki sem að keyrð eru í botni hvenær sem er. Og virkilega mál svona fyrir hreyfinguna í heild að velta fyrir sér hvernig hann vill hafa. KA-menn byrja með boltan í framlengingunni. Staðan er 20 mörk gegn 20. Fyrri hlutinn 5 mínútur og seinni hálfleikur 5 mínútur. Verði þá enn í jafnt aftur framlengt og verði þá enn í jafnt að þá er bráðabanni svonefndur þar að segja að liðið sem skorar fyrr sigrar. KA-menn stilla sinni sókn hér. Og Sævar Árnason með skot og Reynir Reynisson ver. Og KA-menn fá aukakast. Frábærlega vari hjá Reyni, 18. skotið. Og Sævar sótti boltana miklu afli og fjöpp. Sjáðu, Þorkell Guðbrandsson stóð fyrir innan og varna honum vegarins og þetta var hárréttur dómur. Guðjón Valur Sigurðsson og Halldór Sigfússon. Guðjón. Og hann rífur sér lausan og hér kemur skot og frábært mark hjá honum. 7. mark Guðjóns Vals og 21-20. Og Mosfellingar kom 9 mínútur eftir að þessari framlengingu. Og Bjarki, Magnús Már. Magnús Már Þórðarsson hefur verið mjög strangri í gæslu hér og ekki náð að skora held ég eitt einasta mark í leiknum. En hann hefur verið mikið í baráttunni og hefur komist í gegnum leikinn eftir 7 vikna meiðsli. Ómörg skref hjá Gittasi. Bráður 2 mínútur liðnar af þessari framlengingu. Það voru 3 í hálfleikinn og sjáu þið Magnús Már og hann með skot í gólfið og í þverslána. Frábær sending hjá Gittasi. Annað skotið sem fer forgörðin hjá Magnúsi Má. Þetta er ekki upplífgandi fyrir hann en KA-menn geta náð 2 marka fórskoti. Þeir unnu fyrri hálfleikinn í leiknum með 5 marka mun en töpuðu þeim seinni með 5 marka mun og því var því jafntefli. Heimir Örn. Halldór, Heimir með skot og Reynir ver.
Reynir Þór Reynisson, 19. skotið og Bjarki. Mínútur liðnar af framlengingunni. Gintaras og Gintas og hann skorar. Skemmtilega spilað hjá þeim félögum. Hálfmynd eftir að fyrir hluta framlengingar. 21-21, Guðjón Valur, Halldór, Heimir Örn og Tjerni Áskas og víti. Sjáum þetta aftur hér, fín sending og Gintaras fer bara með hönd í boltan. Og því hann gerir ekki út af, en vítið fær K.A. Ingu að síður. Halldór Sigfússon vekur það móti Reynir Þór. Og Reynir Þór ver! 20. skotið sem hann ver í leiknum var vítakast. Já, staðan jöfn 21-21 og nú geta Mosfellingarna á frumkvæðinni í leiknum. Sóknarleikurinn hjá K.A. hefur ekki gengið nógu vel allt frá því fyrri hálfleik. Þá skoruðu 13 mark en aðeins 7 í þeim seinni. Og hér kemur Gintas og hann skorar aftur. Velgáskas Gintas sem hafði ekki skorað nema 1 mark í venjulegum leiktíma er búinn að skora bæði mörkin í framlengingunni. 22-21, afturhendingu í hag. Hálfu mínúti eftir að þessum hálfleik framlengingarinnar. Heimir Örn. 16 sekúndur. Og Guðjón Valur með skot framhjá og meiðir sig á hendi. Og fyrir hluta framlengingar lokið, sá seinni tekur strax við. Og Mosfellingar skoruðu 2 mörk gegn 1. Myndi sig í... Já, þetta er ekki eins alvarlegt eins og ég hélt. En Mosfellingar fara í hringinn. Sjáum þið. Langt framhjá þetta skot. 5 mínútur. Mosfellingar hefja seinni hluta framlengingarinnar. Mikið slagur hér. Báðar áttir. Gintas.
Og mark! Magnús Már skorar fyrsta mark sitt í leiknum. Og 2 mínútur dæmdar á harðflóka markvörð. Sjáu þið, og Magnús Már, hann langt fyrir innan. Hann langt fyrir innan. Hann stendur nær í báðum fótum fyrir innan þegar hann skorar þetta mark. Magnús Már Þórðarsson. Og hér sjáum við Dennis Nenn, sjáum við sendinguna. Fín sending og hann fyrir innan. Og Hörður Flóki rekinn út af í 2 mínútur. Afturhelding yfir 23-21 og það eru 4 mínútur eftir og KA-menn eru einum færri og Hans Hreinsson í markinu. Guðjón Valur og Kjerni Áskas, Stelmokas, Halldór Stelmokas og hann stöðvaður. Mosfellingar eru á sigurbraut, 2 mörkum yfir, manni fleiri og það aðeins 4 mínútur eftir. Og hér kemur Kjerni Áskas, Stelmokas og sendingin beint til Páls Þórólfssonar. Og Þorkell Guðbrandsson kemur einn upp. Þeim liggur ekkert á Mosfellingum. Það eru 3,5 mínútur. Rúmar 3 mínútur til leiksloka. Gildas og þetta ruðningur, eða hvað? Nei! Dæmt aukakast. 3 mínútur eftir á framlengingunni. KA 21, afturhending 23. Gintaras og Magnús Már skorar aftur. 2 mörk. Sjáu þið. Og hver rekinn út af í 2 mínútur? Nei, það Galkáska Skintas, 3. skipti í þessum leik. Staðan 24-21, afturhelding á sigurbraut, 2,5 mínútur eftir. Galkáska Skintas rekinn út af. Ég sá ekki fyrir hvað. Þetta 3. brottvísun hans í leiknum. Hann úr leik. Og þá eru jafnmargir í liðum. Halldór, og hann skorar! Halldór Sigfússon skorar! Það var þetta sem þurfti að gerast hjá KA. 2 mínútur og 20 sekúndur eftir, KA 22, afturhending 24. Mínútur og 12 sekúndur eftir. Mosfellingar jöfnuðu á lok þegar að leiktíminn var búinn úr vítakasti. Og þeir missa boltan Mosfellingar og hraðum lögja KA. Jónatan og Jónatan tekur á mörg skref. Aukakast sem Mosfellingar fá. Þarna lá of mikið á. Sjáðu. Já, mörg skref. Og skotið var yfir þar að auki og ekkert brotið á honum. Mínúta og 45 sekúndur. Mosfellingar 2 mörkum yfir með boltan. Þeir eru á sigurbraut. Gintaras og Páll Þórólfsson og Þorkell slær boltan yfir markið. KA-menn hafa 1 mínútu og 20 sekúndur til að skora 2 mörk gegn engu. Guðjón Valur og hann tekur skotið og mark! Guðjón Valur Sigurðsson. 8. mark hans í leiknum. 23-24. 1 mínúta og 6 sekúndur eftir. Og Mosfellingar með boltan. Páll Þórólfsson. 50 sekúndur eftir. Bjarki, Þorkell, Páll.
Og hann skorar! Nei, ekki mark, það er skref. Og aftur takaður aukakastið. 35 sekúndur eftir, Gintaras. Og Gintaras fær aukakast. 28 sekúndur eftir. KA 23. Afturhelding 24. Páll Þórólfsson. Gintaras. Og þeir ná boltanum. Nei, þeir fá aukakast aftur. Þetta var orðin ansi greinilega leiktöf, en þetta eru menn að reyna að fara eins langt eins og dómarinn auðvitað. 15 sekúndur eftir. Afturhelding með boltan. Gintaras. Og skotið framhjá. Og KA-menn eiga boltan. 9 sekúndur, klukkan stöðvuð. KA-mannum dæmdur boltinn. Þeir hafa 9 sekúndur til að jafna. Já, þvílík spenna. Og Hörður Flóki á að fara út af. Og Arnór Atlason á að koma inn á. Og Kjartan Steinbach er hann að ræða við þá. Og Hörður Flóki kemur út af. Nú gera þeir eins og Mosfellingar gerðu í venjulegum leiktíma. Það eru 9 sekúndur eftir og KA-menn eru komnir á stað. Nú verða þeir að drífa sig. Guðjón Valur með sendingu á Sævar. Og þeir missa boltan út af fótur og klukkan er komin. Það er bara eitt aukakast eftir. Og það frá úr vonlausu færi. Hefði ég haldið. Mosfellingar setja alla turnana sína inn á. Þeir eru að verða búnir að vinna þennan leik. 24-23. Klaufalegt að KA-mennum að nota ekki þessar 9 sekúndur til að búa til skot. En í staðinn fyrir að hlaupa með boltan út af. Og það eru þeir sem eru að ljúka þáttöku sinni á Íslandsmótinu. Guðjón Valur tekur skotið. Á móti þessari vörn. Og hann skorar! Ég hef ekki til auka tekið orð! Sáuði þetta mark! Sáuði þetta mark! Ég hef ekki til orð! Guðjón Valur Sigurðsson skorar 9. mark sitt í leiknum. Þegar öll sund voru lokuð Akureyringum. Þetta var búið. Þeir voru byrjaðir að brinna músum Akureyringar hér í áhorfendastæðunum. Þetta var búið, svo kom þetta mark. Sjáið þetta, þetta þurfum við að skoða svona það bil 13 sinnum held ég. Sjáið þið, stöngin inn. Hann teygði sig bara aðeins. Hann hefur alveg sjáið þið. Sjáið þetta. Hér kemur hann. Og með ótrúlega langan arm. Stöng og inn, framhjá vörninni. Þetta er alveg lygilegt. Þvílíkt var. 24-24 og það er aftur framlengt í tvisvarsinnum 5 mínútur. Og það er 5 mínútur hlé á milli framlengingana. 24-24. Og þegar að KA-menn þeir áttu ekkert annað eftir heldur en bara að móka yfir þá. Já, hérna. Ef þetta ætlar ekki að vera reifari ársins, já þá er ég indjáni, ég ætla að segja ykkur það. Og hafi það verið æsilegt þegar Mosfellingar skoruðu úr vítakastinu þegar leiktímanum var lokið og jöfnuði venjulegum leiktíma, já þá var það æsilegt núna þegar Guðjón Valur tók þetta ótrúlegt skot. Og ég segi nú bara,
Hvar var Guðjón Valur í seinni hálfleiknum þegar að KM skoruðu aðeins 7 mark? En hann kominn aftur, kom hér í framlengingunni og Mosfellingar voru búinir að gera þetta svo vel og Magnús Már Þórðarsson, sá eitilharði og frábæri línumæður þeirra, loksins kominn til leiks eftir langvinn og leið meiðsl og það gekk ekkert hjá honum og hann hitt ekki markið, hvað eftir annan. Þar til í framlengingan setti þessi 2 mögnuðu mark. Sama má segja Gildas sem skoraði 2 af 3 markum sínum í framlengingunni og fékk svo rauða spjaldið. Já, þvílík augnablik. Reynir Þór Reynisson varði hér 20. skotið sitt áðan. Það var úr vítakasti og Mosfellingar virtist með leikinn í höndunum. 3 marka forskot. Það voru 2 mínútur eftir. Sjáu þið. Þetta nú magnaðasta aukakastin sem ég hann á ævinni séð. Það hafði nú mörg verið til. Þeir áttu nú ýmis aukakastin til hér í eina tíð. Þeir eitruðu vinstrihandarmenn Sigurður Sveinsson og Kristján Haraldsson. Þetta tekur öðru fram sem ég man eftir. Og nú eru Mosfellingar í sömu erfiðu stöðun og KM-menn að ná upp baráttuandanum í næsta stag. En sjáum til, lítum á hverjir er búin að skora mörkin og svona fyrir næstu framlengingu, síðustu framlenginguna. Guðjón Valur Sigurðsson með 9 mark, 9. marki var þetta aukakast sem við sáum á. Halldór Sigfússon með 6, Sitinius Černiauskas með 3 og Heimir Örn Árnason með 3, Arnór Atlason, Andrés Störmokals og Sævar Árnason 1. Og Hörður Flóki Ólafsson er búinn að verja 16 skot í marki Akureyringa og Hans Hreinsson 1 vítakast. Og hinum megin er Bjarki Sigurðsson með 8 mark, Gintaras, Sæfokirnes Gintaras með 6, Galkauskas Gintas 3, Páll Þórðarsson 3, Þorkell Guðbrandsson 2 og Magnús Már Þórðarsson 2. Og Reynir Þór Reynisson með 20 skot varinn. Og þar með hefst önnur framlenging í þessum leik. Ég bið auðvitað velvirðingar á þeirri röskun sem verður á dagskrá okkar vegna þessara framlenginga. En að sjálfsögðu fylgjum við þessum leik eftir, sem er mest spennandi leikur ársins enn sem komið er. Og mikið í húfi hér á Akureyri, í beinni útsendingu. Mosfellingar jöfnuðu úr vítakasti þegar leiktíminn var liðinn. 20-20 eftir að hafa verið undir 13-7 í leikhléi. KM-menn lentu 3 mörkum undir í framlengingu, jöfnuðu úr aukakasti þegar leiktíminn var liðinn á ótrúlegan hátt. 24-24. Mosfellingar eru búin að missa mann úr liði sínu upp í áhorfendastæði. Galkauskas Gintas, rekinn hefur verið út af 3 sinnum. Og þeir eru með fleiri á hættusvæði. Alexei Trúfan er búinn að fara út á 2 svar. En það er líka Andrius Stelmokas í liði KM-manna. Hann er líka búinn að fara út á 2 svar. En Magnús Már Þórðarsson kemur hér til skjala. Ekki reyndar í vörninni, heldur í sókninni hjá Aftureldingu. Skoraði 2 mörk, fyrstu mörk sín í 7 vikur í framlengingu eftir að hafa mist nokkuð skot í leiknum. Og KM-menn byrja framlenginguna núna og það er hugur í þeim. Allt er þetta nú talsverðir sálfræði og hugurinn er í þeim núna. Mosfellingum á það. Haukur Sigurvinsson kominn í vörnina hjá Aftureldingu. Heimir Örn hættir við að skjóta. Guðjón Valur. Og hann tekur skotið og hann stöng inn og hann fær högg í kviðinn og liggur eftir. Og þetta skulum við skoða aftur. Þarna tel ég að hafi verið að ræða. Guðjón Valur býr ekki svona laga til. Sjáu þið? Já, það er Haukur Sigurvinsson sem að lemur hann svona í kviðinn. Þetta er þekkt frábært mark hjá Guðjóni Val, 10. mark hans í leiknum.
En þetta þekkt fantabragð í handbolta að berja menn þegar þeir eru að skjóta í kviðið. Og á að reka menn út af viðstöðulaust fyrir það ef að þeir verða upp í sér aðeins. Haukur var svo heppinn að dómararnir sáu. Það er ljótur leikur að sjá. Guðjón Valur staðinn á fætur. 25-24. Bjarki og Guðjón heldur í hönd hans. Það hins vegar alveg víst að dómararnir sem ekki sáu þetta gerast, þeir vita hvað gerðist. Það er eins gott að menn hægir sér það sem eftir er framlíkingar þegar svona atvik verða. 25-24. En 9 mínútur eftir að þessari framlíkingu. 4 mínútur að fyrir hlutan. Magnús Már Þórðarsson kemst hvergi. Er í gjörgæslu núna. Litu af honum augnablik tvisvar inn í framlíkingu. Gintaras. Bjarki. Gintaras og höndin er komin upp. Nú er komin leiktafar stíll á þetta. Þó eru þeir nú margt undir, þannig að þeir eiga nú ekki verið að tefja neitt. Og Bjarki fær aftur aukakast. Á Þórðarsson, Bjarki Sigurðsson með sendingu á Gintaras. Og það er lína. Brotið á honum þarna á línunni. Mikill æsingur orðinn hér. Og Magnús Már tekur skotið og Hörður Flóki varði. Magnús Már hefur stundum skorað skemmtilega með þessum hætti. En núna hitt hann bara beint í markkorðið. 25-24. Háamenn marki yfir með boltann. Og þá kemur Bjarki til að taka Guðjón Valur umferð. Halldór Sigfússon. Og Haukur Sigurmundsson stöðvar hann. Heimir Örn með boltann. Halldór. Og aukakast. Stöðuð hér, það er 2 mínútur og 15 sekúndur eftir að fyrri hluta þessarar seinni framlengingar. Ef enn verður jafnt að lokinni þessari framlengingu þá er bráðabann. Sigrar það liðið sem fyrr skorar. En fyrst er þessi framlenging 25-24 fyrir K.A. Guðjón Valur kominn laus að hægra megin. Sérni Áskars gefur hann Guðjón. Og hann er í gegn. Og þetta er víti. Og brottvísun eða hvað? Já. 2 mínútur hyglaust á Gintaras. Hárréttur dómur. Sjáu því, hann fyrir aftan í hann. Tekur í höndan, skothöndina. Hárréttur dómur og Gintaras fyrir út af í 2 mínútur. Og Guðjón Valur fær vítakast. Búinn að skora 10 mörk í leiknum. Hetja þessa leiks hjá K.A. Og hann tekur vítakasti sjálfur. Nei, lætur Halldór Sigfússon taka það. Þeir skiptast á að taka vítakostinn og taka aldrei vítakost sem þeir fiskar sjálfur. Halldór skaut í stöng í fyrri hálfleikur inn í vítakasti og hann skorar núna. Halldór Sigfússon og það er 26-24 fyrir K.A. 7. mark Halldór Sigfússonar. Og Mosfellingar 2 markum undir og manni færri. Og Jónatan Magnússon kemur og tekur Bjarka Sigurðssonar umferð. Már Þórðarsson, Þorkell Guðbrandsson.
Markell og þeir missa boltan. Nei, aukakast dæmt. 1 mínúta og 15 sekúndur eftir af fyrri hluta framlengingarinnar, þessara seinni framlengingar. Og Þórólfsson með skot og þvílíkt mark hjá Páli. Hvað er Páll Þórólfsson búinn að vera að gera í þessum leik? Ég spyr nú bara. Svo á hann þetta upp í erminni. 26-25. Ein mínúti eftir af þessu fyrri hálfleik, seinni framlengingar. Og mínúta þangað til að Mosfellingar verða jafnmargir. Káamannum. Heimir. Guðjón Valur. Og hann upp. Skot og mark. 11. mark Guðjóns Vals. 27-25. Og enn eru 40 sekundur eftir af refsingunni hjá Aftureldingu. Sleggja markamunum. 27-25. Páll Þórólfsson og Kjell. Það hættir að fá ekki á sig skref þarna. Páll með línusendingu og Káa með ná boltanum, en það er aukakast dæmt. Það hefur verið brotið. Bjarki sendir á Magnús og Magnús með skot og Hörður Flóki með. Hörður Flóki Ólafsson með 19. skotið og Reynir Þór varði þetta langskot yfir endilangan völlinn. 21. skotið hans. 1 mínúta til að skipta um völl. Staðan Káa 27, Afturelding 25. Þvílíkur leikur. Ég segi nú ekki annað. Mosfellingar 5 á móti 6. 2 mörkum undir. 5 mínútur eftir af þessari framlengingu. Deildarmeistarar Káa til varnar. Afturelding í 4. sæti deildarinnar hefur leikað einstaklega vel í úrslitakeppninni. Gildaras. Stelma á kastaðu var hann. Páll. Bjarki. Páll. Bjarki og með skot í gegn og Hörður Flóki ver. Aukakast dæmt. Bjarka og Páll með skotið. Brotið á honum þarna. Bjarki tekur skotið, búið að flauta. Boltinn í varnarmann og svo vel varið á Hörður Flóka, þó hefði búið að flauta. Það var engum síður vel varið. Sjálfsagt hefði engu skipt. Gildaras. Reynir alveg stöðugt að fiska menn út af. Og þeir dómararnir Bjarni og Valgeir láta ekki plata sig. Hika þó hvergi ef það er verðskuldað. En Mosfellingar eru konið með fullskipað lið. Setja fulla ferð, Bjarki með skot og Hörður Flóki ver og þetta er vítakast. Fyrsta skotið sem að Hörður Flóki ver í þessum leik. Vítakast.
og þá skipta þeir og Hans Hreinsson kemur inn á og það Páll Þórólfsson sem að tekur vítakastið. Hans Hreinsson kom inn á seint í leiknum, seint í venjulegum leiktíma, síðari hálfleik og varði þá meistaralega vítakast Bjarka Sigurðssonar. Og hér skorar Páll Þórólfsson. Páll Þórólfsson skorar 5. mark sitt í leiknum. Þar verður 3 úr vítakasti og staðan er 27-26 þegar að 4 mínútur eru eftir að þetta er framlengingu. Seinni framlengingu í leiknum. Guðjón Valur í gjörgæslu núna. Hjörtur Arnarsson meðan þar og Heimir Örn Árnason bringst þarna í gegn og fær vítakast. Guðjón Valur tekur vítakasti gegn Reyni Þór Reynisinni. Nú eru vonir Mosfellinga bundnar við Reyni Þór. Og hann skorar 28-26. Guðjón Valur Sigurðsson er þarna skorað 12. mark sitt í leiknum. 12. markið. 28-26. Gintaras, glæsilega gert hjá Gintarasi. Frábært mark. 7. mark hans í leiknum. 28-27, 3 mínútur eftir. Þarna sofnuðu KM lítillega á verðinu. Og Gintaras Plataði þá. eða öllu heldur tók það í bólinu. Geysilega öflugur leikmaður, Savukines Gintaras. Virðist alltaf geta bætt við sig. 2,5 mínútur eftir. Guðjón Valur með línusending á Stelmókas og Þorkell. Þorkell til varnar. Stelmókas fer út. Og nú segir Bjarni Viggósson þeim Stelmókasi og Þorkelli að hætta að þessum slagsmálum þarna á línunni. KM sækja 28-27 þeim í hag. Guðjón Valur með boltan og Stelmókas og fær aukakast. Og Guðjón Valur hristir á sig mann og gefur á Sævar og Sævar er stöðvaður. Reynir Þór 22. skotið varinn. 2 mínútur eftir og Mosfellingar geta jafnað. Já, núna er hann í handaböggi fyrir liði KA. Hefði getað náð 2 marka forskoti og það hefði verið mikið mark í þessari stöðu. En nú geta þeir jafnað Mosfellingar og Gintaras með línusendingu á Magnús Már og hann jafnar. Magnús Már Þórðarsson jafnar. 3. mark hans í leiknum. Sjáuð þið Gintaras, sjáuð þennan galdrakall. Frábær sending og Magnús Már jafnar. 28-28, 1 mínúta og 13 sekúndur eftir. Guðjón Valur, Halldór, Heimir Örn og hann er stöðvaður. Halldór, Guðjón, Sævar, Halldór. 28-28 er staðan. 40 sekúndur eftir. Guðjón Valur Sigurðsson með boltan og skot og Reynir Þór ver. Reynir Þór ver. 23 skot varinn. Þvílíkar sveiflur í þessum leik. Já, ég á ekki til orð. Og nú geta Mosfellingar hreinlega unnið þetta. Þeir geta unnið þetta. Voru 2 mörkum undir rétt á það. 28-28. Já, þvílík spenna. Gintaras. 9 sekúndur. 8, 7, 6, 5 sekúndur eftir. Klukkan stöðruð. Mosfellingar með boltan.
þeir setja upp aukakast. Það stefnir í bráðabana hérna. Það stefnir í bráðabana. Bjarki og Hörður flókið og það er búinn leiktíminn og það er bráðabani. Eða hvað vantar, eru einhverjar sekúndur eftir? Já, Kjartan Steinbach er kominn aftur með stigklukkuna. Með hann stigklukkuna í höndunum, kallar til dómarana og þjálfarana. Þetta er eitt aukakast eftir að þessu færi. Já, þeir reyna. Þarna kemur aukakastið og reynir verð það. Já, það er allt reynt. Allt reynt. Bráðabanni þakka ykkur fyrir. 20-20 í venjulegum leiktíma. 24-24 eftir fyrstu framlengingu. 28-28 eftir aðra framlengingu. Mér finnst liðin vera svo þreytt að þau ná alla að taka af skarið. Og nú á að velja, nú skiptir máli að fá boltan. Nú skiptir máli að fá boltan. Hvort liðið fær boltan. Bjarki Sigurðsson stapar stáli í sína menn. Það er hverjir fá boltan? Ég náði því ekki. Það var kastað upp á það. Mosfellingar byrja með boltan. Það getur verið nóg. Liðið sem skorar fyrst vinnur. Já, hérna. Þetta er einhver mestu spennileikur í seinni tíð. Þá var afturhelding. Afturhelding jafnað og vítakasti þegar venjulegu leiktíma var búinn 20-20. Guðjón Valur Sigurðsson jafnaði fyrir KA 24-24 og ævintýranu aukakast eftir fyrstu framlengingu. Og Mosfellingar jöfnuðu hér áðan 28-28 og voru reyndar með boltan eftir það. Og Mosfellingar sækja. 28-28. Fullskipuð bæði liðin. Liðið sem fyrr skorar sigrar. Nú er mikið undir. Hvort liðið fer í úrslitin. Bjarki Mosfellingar. Bjarki og þeir missa boltan en fá aukakast. Nú er baulað. Og það þarf að þurrka boltan. Orðinn háll af svita. Og þessi bráðabann er búinn að standa í 1 mínútu. Það er gott. Og Mosfellingar með boltan. Bjarki kominn í gegn.
og mörg skref. Þetta alveg ótrúleg sálfræði sem hér í gangi. Bjarki fer úr skónum. Það hafi nú stundum verið undanfari afreksverka að binda skóþeng sinn. 28-28. Mósvellingar með boltann. Páll Þórólfsson. Og þeir eru að reyna að fækka í liði andstæðinganna. Og þessi slagur er farin að minna minnst á handbolta. Og KA-menn ná boltanum. Stelmókast kemur fram og skott. Og Reynir Þór verður, þetta er vítakast. Reynir Þór Reynisson varði 25. skot sitt í leiknum. Sjáuði Andreas Stelmókast. Frábær markvarsla og þetta er vítakast. Já, hérna. Guðjón Valur Sigurðsson tilbúinn til að taka vítakastið. Ef hann skorar eru KA-menn sigurvegarar. Við erum komin vel fram yfir allan þann tíma sem okkur var skammtaður og við fylgjum þessu auðvitað til loka. Guðjón Valur gegn Reynir Þór og hann skorar! Guðjón Valur Sigurðsson skorar og þetta er hvað? 13. mark hans. 13. mark Guðjóns Val Sigurðssonar og KA-menn eru komnir í úrslit á Íslandsmótinu í handknattleik. KA-menn eru komnir í úrslit. Unnu Aftureldingu með 29 markum gegn 28 eftir 2 framlengingar og bráðabana. 29-28. KA deildarmeistarinn sem kom svo á óvart í deildarkeppninni og Jónatan Magnússon sem ég held að við fiskaði boltan hann í lokinn er tekinn á háhest hér og Guðjón Valur Sigurðsson er hetja dagsins. KA-menn voru úr leik, tæknilega úr leik þegar þeir áttu eitt aukakast eftir, marki undir í framlengingunum. Heyriði hrópin, það er búið að lyfta hetjunni á stand. 13 mörk, segja og skrifa, vítakast eftir í bráðabana og aukakast með hitt ólítindum eftir fyrstu framlenginguna. KA-menn syngja, KA-menn dansa og gleðjast. Þeir eru komnir í úrslit. Annað kvöld kemur í ljós. Annað kvöld kemur það í ljós. Hvort það verða Haukar eða Valur sem að mæta KA-mönnum í úrslitum. Það verður útkláð á Ásvöllum í Hafnarfirði. Þar ætlum við að vera líka. En þessi reyfari hér í dag, venjulegu leiktími, 2 framlengingar og bráðabanni.